2 mörk, 4-1 sigur, þetta hlýtur að vera svona líklega eins og þú bara óskaðir eftir. Já, geggjað, þetta draumabyrjun og frábært að fá þessi 2 mörk og sjálfstraust. Tenging ykkar Gísli på topp, ekki farnir að finna svona kontakt á milli hvort annars? Jú, að sjálfsögðu, mér finnst bara ótrúlega gaman að spila með Gísla og vonandi öfugt, þannig að við erum líka bara orðnir góðir vinir, sko, þannig að bara mjög fínt, sko. Ánægður með spilamennskuna heilt yfir í leiknum? Já, byrjuðum leikinn kannski ekki eins og við vildum, en síðan fór þetta alltaf að ganga upp, sko. Var erfitt að fótasetja inn á vellinu? Var þetta svona sendingar virtu svona skoppa og alls konar þannig? Já, sjálfsögðu, völlurinn var ekkert eitthvað slæmur, en það er enda bara apríl og mjög flott með það. Það er mikilvægt að komast yfir hann í lok fyrri hálfleiks en síðan fáið svona kalda vatnsglasið framan ykkur í seinni hálfleik þegar þeir jafna. Hvernig leið ykkur þá? Leið ekkert eitthvað illa þannig sér, sko. Bara heldum áfram og náðum að komast yfir aftur. 2 mörk í dag, ertu búinn að setja eitthvað markmið varðandi mörkið svona? Eitthvað sem þú heldur fyrir sjálfa þig kannski bara? Ég er ekki búinn að setja mér neinn markmið, en það sé ekki meira bara að aðrir setja markmið fyrir mig og ég býst það yfir 10 mörkum. Þeir eru slíða vel á móti IBVF, þú skora 5 mörk í Pepsi-deildinni og fara 4 á móti IBVF. Já. Það er ekki til að spila bara móti IBVF í hverju einustu umferð? Jú, eins og ég sagði í viðtalinu eftir síðasta leik móti IBVF, þá væri ég til að spila móti þeim hverja einasta helgi. Mjög gaman að spila móti þeim og við erum með flott lið og það er bara, ég reyndi ekkert eitthvað meira að skora á móti IBVF en frekar en eitthvað annað lið, sko, en svona er það. Áhugaverð tölfræði. Já, það er það, sko, skemmtilegt. Takk.